Hingað kominn Mikael M. Karlsson, prófessor frá Bandaríkjunum. Get ég fengið hjálp hérna með mikrofóninn aðeins? Nú dottið af. Mikael búinn að búa á Íslandi í 4 áratugi held ég það bil. Hann prófessor við Háskóla Íslands í heimspeki, fæddur í New York og alinn upp í Bandaríkjunum en flutti til Íslands og Íslendingur. Velkomin Mikael. Takk fyrir. Sko, við ætlum nú bara að pæla svolítið í stjórnarskránni og ýmsu í kringum það og ég spyr kannski bara fyrst, hvers vegna finnst þér að þurfa að breyta stjórnarskránni? Sko, mér finnst að það er bara sérstakt tækifæri til að breyta stjórnarskránni núna. Ég held að sé bara þörfa á því vegna þess að kerfið eins og þetta byggt upp hér sem ekki ólíkt því sem í nágrannalöndum og mörgum löndum þannig að það ekki réttnefnt lýðræði gangi og það er tíminn kominn til þess að þjóðin og almenningur axli ábyrgð á hans eigin sem sagt stefnu. Já. Og það gerist ekki ef við höldum áfram með svona flokkspólitík og atvinnupólitík og kerfi eins og það í dag og víðast hvar í allavega í Vesturlöndum. Þú ert mjög gagnrýninn á þessa flokkapólitík eins og hún Já. Hvernig, þér finnst flokkarnir ekki gegna neinu, þér finnst það mjög vafasamt hvernig þeir gegna sínu hlutverki? Sko, mér finnst að flokkarnir í dag, það lang saga á bakvið stjórnmálaflokkana, sko. En flokkarnir eins og þeir í dag bara fyrst og fremst hagsmunasamtök stjórnmálamanna og stjórnmálamenn flestir, okkar stjórnmálamenn og ég hef fyrst og fremst í huga þeir sem sitja á Alþingi og sitja stundum í ríkisstjórn en það líka borgarstjórar og svo framvegis. Að þetta eru atvinnupólitíkusar, það að segja að þetta atvinnugrein og þar með þeir að hugsa alltaf fyrst og fremst sig ef ég mætti orða þetta svona. Þetta bara gerist sjálfkrafa, þetta ekki vegna þess að þeir eru öðruvísi en aðrir. Þetta gerist kannski vegna þess einmitt að þeir séu bara eins og aðrir en sem sagt þeir eiga að vera að reyna að finna góða lausnir fyrir þjóðina en það getur ekki gert ef þeir eru alltaf að hugsa næsta kosningin þar sem til dæmis andstæðingurinn hann getur ekki fundið góða lausn því að þá hann kosinn næst og ekki ég. Og sem sagt þannig að ég vil helst bara binda enda á atvinnupólitík fyrst og fremst. Þú veist binda enda á atvinnupólitík og atvinnupólitík hefur náttúrulega mikil áhrif á því hvernig menn tala og hvernig umræðan Já, sko það mjög erfitt að halda upp á málefnilegu umræðu á Íslandi eða annar staðar þar sem það flokkspólitík í gangi vegna þess að menn tala alltaf á flokksforsendum og sem sagt og áheyrendur, almenningur túlkar allt sem þeir segja þannig. Þannig að hann að tala þess að sjálfstæðisflokkur kemst inn næst eða vinstri græna kemst inn næst. Hann getur ekki tala svona málefnilega og ég meina þannig að ég þarf að hrósa þig svolítið. Það málefnilegar umræður sem ganga sem fara fram hér. En það mjög sjaldgæft og jafnvel þó svo að menn að reyna að tala málefnilega. Þeir geta ekki þeir þurfa alltaf að hugsa hvað flokkarinn segir, hvað flokksforystan segir, hvað hefðin segir. En þú lýsir stjórnmálamönnum í ræðu sem hélt og lýstir þau sem marsbúum? Já, það var vegna þess að sem þetta atvinnugrein og eins og ég meina ég háskólaprófessor og við hvern tala ég oftast, það bara við nemendur og aðrar háskólakennarar. Stjórnmálamenn tala ekki við
kjósendur þeir tala við sjálfa sig, það er að tala við hvern annan og búa í svona artificial umhverfi þar sem sko þetta er kannski ekki það sem það ætla sér þegar byrja að vinna sem stjórnmálamenn en það er það sem gerist og fjölmiðlar til dæmis talar bara við sama fólki dag eftir dag. Ég var einu sinni að tala við sko landsbyggðar alþingismann. Hann segir það er enginn sem talar við mig. Ég er aldrei tekið í viðtal. Ég fæ ekki að tjá mig sko opinberum vettvangi. Það bara tala við ráðherrana og flokksforystu, punktur og basta. En hvernig bætum við úr þessu? Hvernig, þú veist, bindum við endi á atvinnupólitíkina? Sko, ég held að það má sko, ef menn vildu gera það er aðalatriði. En ef menn vildi gera það, þá held ég að sko einfaldasta leiðin er að bara takmarka tímabili þar sem einstaklingur getur verið í stefnumótandi stjórnmálastarfi. Og ég hélt ræðu nýlega, ég var í gaf kost á mér á stjórnlagaþing, komst ekki inn að sjálfsögðu, en hélt ræða í Skálholti. Og þar var ég með hugmynd að sko hvað varðar starfa þessu tagi að maður myndi vera hámark í 6 ár. Og þá er hann kennari, þá er hann leigubílstjóri, þá er hann bóndi og hann er ekki sko, atvinnugrein hans er ekki sem sagt stjórnmál eða pólitík og það sko gera það verkum að hann er ekki endilega að hugsa að vera sko endurkosinn aftur og aftur og fara á eftirlaunum sem alþingismaður eða sem seðlabankastjóri eða hvað sko. Heldur getur hann hefur meira frelsi til að sko bjóða sig fram á eigin forsendum sem einstaklingur og sem sagt fara á þing þar sem hann reynir ásamt öðrum í sameiningu að finna lausnir. Að sjálfsögðu menn hafa sko ólík gildi, ólíka stefnur, ólíka skoðanir og það er af hinu góða. En sko ef þeir geta rætt saman málefnilega þá er oftast nær hægt að komast að samkomulagi með besta lausnin fyrir þjóðina, þetta er þeirra hlutverk og þegar það er ekki hægt, þá er bara kosið. Já, þannig að þú talar að stjórnmál séu praktískt viðfangsefni fyrst og fremst. Ég held að sko það er tvennt sem við þurfum að breyta ef við ætlum að hafa sko láta lýðræði njóta sín svo að segja og það er bæði kerfið og þar meðal annars stjórnarskrárbreytingar finnst mér mikilvægar. En hitt er bara stjórnmálamenningin sem er miklu erfið að breyta. En sem sagt, almenningur þarf að sko axla ábyrgðina á því sem er gert. Hann þarf að heimta að fá skýringar frá hans, frá fulltrúum hans. Og sem sagt, og þeir, sko, eitt sem við þurfum að gera að mínum dómi er að sko skilgreina hvernig við viljum hugsa hlutverk og starf alþingismanns. Ég er að tala þá sérstaklega. Það er margt annað að segja sko ríkisstjórnarmenn og dómara og svona, en bara á takmarkaðum tíma, við tölum bara alþingismenn. Ég vil kjósa mann sem er minn fulltrúi í þeim skilningi að sem sagt að hann er sko einstaklingur sem bjóður sig fram og það er kannski aðrir og ég greiði atkvæði, kannski greiði ekki atkvæði með honum sem kemst til valds en hann er samt minn fulltrúi ef hann fer á þingið, reynir að gera sitt besta fyrir mig og fyrir alla, fyrir þjóðina og útskýrir reglubundið og bara sjálfur, ekki með svona málpípu
hérna að hvers vegna hann að kjósa og setja þau lög eða styðja þær stefnur sem hann styður. Nákvæmlega, já. Og sem sagt, þetta næstum því útilokað með kerfi af því tagi sem við höfum. En þú ert ekki á móti fulltrúalýðræði sjálfur? Nei, ég vil hafa svona ekta fulltrúalýðræði. Ekta fulltrúalýðræði. Ekta lýðræði og ekta fulltrúalýðræði. Já. Og með þessu heldur að það verði, já, þú talar fyrirgreiðslu pólitík og anddyrisnippingu sem þýðing á lobbyisma, anddyrisnippingu. Að það sé eitthvað sem hægt í að reyna að binda endina á. Sko, ef þú ert bara sko í starfi af þessu tagi lengi, þá eiga margir inni hjá þér og hérna þú hefur tækifæri til að sko annars fyrirgreiðslu fyrir tilteknum einstaklingum. Ef það er eitthvað sko stutt tímabil þar sem þú ert að bara gera það sem ætlast til og þú ert ekki sem sagt rótgróinn hagsmunaaðili í þessu, þá að sjálfsögðu minna möguleiki á því að Alþingi sé bara fyrirgreiðsla apparat og kjötbita anddyrisnippa sko. Já, en fólki finnst samt, við sjáum það að fólki finnst þægilegt að hafa sterka leiðtoga. Fólk sækist í sterka leiðtoga og og við höfum tímabil þar sem eru sterkir leiðtogar og svo reyndar á kemur sko yfirleitt ægilegt uppgjör gegn þeim þegar það tímabil þeirra búið. Já, eitt sem ég lærði með því að hafa gefið kost á mér til stjórnlagaþings það að jafnvel þeir sem vildu fara á stjórnlagaþing eða allavega voru í framboði, það margir hræddir við að axla þessa ábyrgð. Sem sagt, þeir vilja frekar að færa ábyrgðin yfir á aðra og stilla þau upp þannig að þetta eins og vörur í búð og bara velja það sem höfðar til sín án þess að hugsa neitt út í þetta málefnilega. Þá verður aldrei lýðræði. Þetta bara hræðsla við þessi leiðtoga þrá er einlega hræðsla við, menn eru hræddir við að taka þátt í þessu og reyna að finna út sjálfir hvernig við ættum að setja lög og byggja land. Varðandi síðan höfum við náttúrulega dómstóla og stofnanir og þar viltu fara út í leggja áherslu á sjálfstæði og hæfni en með hvaða aðferðum? Já, ég ég hef kennt mikið á sviði kennilegri lögfræði eða lögspekki eins og það heitir stundum og hef hugsað mjög mikið út í það hvernig best að ráða eða velja dómara. Og það engin patentlausn á þessu. En það eru margar leiðir sem virka illa, til dæmis þar sem ráðningin sé á endanum pólitísk. Og eitt sem virðist virka vel miðað við annað, það er ekki gallalaust. Það bara að velja dómara eða ráða dómara í embætti með samkeppnisprófi. Með samkeppnisprófi, já. Einfaldlega. Og það ætti að vera svona dómaramenntun. Það í mörgum löndum dómaramenntun, sérstök dómaramenntun sem 2 ára nám á framhaldsstigi. Og síðan samkeppnispróf, það ekki alls staðar og það með mismunandi hætti þar sem það í gangi. En ég bara að hugsa þannig að það próf sem dómarar og lagaprófessor kannski semja og menn fara í próf, þetta bara nafnlaust og blind og sá sem kemur hæst út, hann fær
stöðuna. En ekki hægt að gera þetta bara í öllu embættismannakerfinu? Ekki hægt að ráða í... Það hægt að gera þetta víða þar sem hæfni, þar sem það bara einhvers konar sérþekking sem lögð til grundvallar, eins og í dómarastarfi og margstaðar annar staðar. En það á ekki hins vegar að vera það sem ég kalla á þenn svona stefnumótandi stjórnmálastarf. Nei. Þar vil ég hafa bara stutt tímabil og bara kosningar eins og alþingismaður, löggjafinn, hann kallar til sín sérfræðinga ef þörf á. En hann, það best að hann sé bara landsmaður, einhver sem býr á Íslandi, á þessu landi með okkar hinum og tekur með sér í starfið sína reynslu. Eins og reynsla sem kennari eða leigubílstjóri eða bóndi eða útgerðarmaður eða hvað sem hann er. En þjóðaratkvæðagreiðslur? Þjóðaratkvæðagreiðslur finnst mér mér finnst að við ættum að nota þjóðaratkvæðagreiðslur oftar en við gerum, en mér finnst ekki að við ættum að nota þjóðaratkvæðagreiðslur nema í tilteknum málum en við ættum að nota þjóðaratkvæðagreiðslu með sem sagt auknum meirihluta þegar við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu eða samning eða sáttmála sem varðar eða takmarkar fullveldi landsins. Og ég sagði í þessari ræðu að mér finnst ástæða ekki bara til að breyta stjórnarskráni og taka upp nýja stjórnarskrá, heldur til að endurskoða allar skuldbindingar af þessu tagi eins og NATO eða EFTA eða allt þetta. Ég meina þjóðin hefur aldrei fengið að tjá sig þetta. Þjóðin fekk aldrei að tjá sig EFTA, EES, NATO, GATT og bandalagina vilju. En svona samningar hafa stjórnarskrá gildi. En þú vilt ekki hafa eilífar þjóðaratkvæðagreiðslur eins og til dæmis í Sviss eða í Kaliforníu? Nei, ég skal segja þér hvers vegna það er. Sem sagt, menn hafa ekki, það eru tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi, hinn venjulegi maður, hann hefur ekki tíma til að setja sig í öll þessi mál. Hann á að kjósa fulltrúa sem hann treystir, sem treystandi til að fara í þau mál og skoða þau mál, taka afstöðu og rökstudda afstöðu og geta síðan útskýrt hvers vegna hann tekur þessa afstöðu á málefnum hátt. En það er eitt og hitt er það að þegar það er þjóðaratkvæðagreiðslur þá eykst áhrif áróðurs maskína. Þannig að eins og við sjáum í Bandaríkjunum þar sem að tala hvort samkynhneigðir geta gifta sig og svo framvegis. En það er, finnst þér vera tækifæri í þessu stjórnlagaþingi? Það á eftir að ég veit ekki, það er skýrt, það er tækifæri í þeim skilningi að það er haldið stjórnlagaþing, það er held ég gott, en hvað kemur út af þessu veit ég ekki. Mér finnst að þessi kosning var að mörguleyti til fyrirmyndar, en það misheppnaðist algjörlega vegna þess að það voru ómargir frambjóðendur og menn þurftu að kjósa án þess að vita hvað þeir voru að kjósa eða hvað var í boði eða hver er hann eða hver er hún. Og mér finnst gott að hafa svona kosninga akkurat af þessu tagi þar sem það er ekki fjölmiðla matur og svo framvegis og frambjóðendur standa jafnfætis, en þá þurftu þeir að vera miklu færri. En sem sagt, en þingið er eins og það er og ég vona að eitthvað
gott kemur út af En þessu. þú trúir á lýðræðið? Ég trúi á lýðræði, en þetta er bara lítil hópur manna. Já. Þetta er sem sagt, sko, kosningaferlið þarf að vera í lagi til þess að fulltrúalýðræði gangi upp. Það er það sem ég er að segja. Já. Þakka þér fyrir, Mike. Það er þetta fleiri í þessu hjá þér eins og þess að þú talar ótrúblaður á því að hafa ótrúblaðar kostningar og ekki skoðanakannanir. Við höfum getað talað hér fjölmiðla og fleira en hérna. Já, við höfum ekki tíma til þess. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta er búið í dag. Takk sem að leiðis.